Svona, þá ætti allt saman að vera komið af stað og allt tengt. Ég ætla að kveikja á sjálfri mér hérna í símanum. Já. Svo getið þið fylgst með hvort það sé ekki allt í góðu. Ok, þetta allt er svo á það að vera. Við haft síman hérna, þá getið fylgst líka með kommentum og svona. Já. Svona. Verið velkomin og gleðilegt nýtt tungl. Ég hef misst af tveimur síðasta fulla tungli og síðasta nýja tungli, þannig að tveimur síðustu tunglum. En það bara lendi einhvern veginn akkurat þannig og búið að vera að á þessum dögum sem að tunglið er í einhvers konar hámörkun, að þá bara hefur verið svo erilsamt í kringum mig að það hefur verið akkurat á einhverjum hápunktum í verkefnum eða starfi eða hverju sem er eitthvað að vera og það hefur, já, en það svo sem fylgir aðeins, það fylgir náttúrulega orkutungsins að það verður hámörkun á þessum dögum og þá er kannski bara ekkert skrítið við það að það er ekstra mikið að gera. Og í rauninni þá er það hjá mér í dag líka. En ég hins vegar náði að stýra dagskránum minni samt þannig að ég væri með hérna góðan tíma til þess að eiga þessu stund með ykkur. Og sama sinnis þá ég er ekki búin að gefa út stjörnuspárnar, ég er að vinna í þeim og þær detta inn á vefinn bara mjög fljótlega. Ég lenti í smá svona tæknilegu vanda, þannig að það ætti nú að leysast sem fyrst. En já, það er nýtt tungl og við ætlum að vera hér saman með 3 stokka og við erum hér með, það er Spirit of the Wheel, það er sem amerískur indíánastokkur. Svo erum við með að sjálfsögðu klassíska monologi og svo íslensku víkingakortin. Og svo verða líka svona með á kantinum, ég mun tvinna það saman, það er Manifestation stokkurinn og líka Messages stokkurinn. Ég langar til að hafa það á svolítið með. Ég ætla að lækka skjáinn, leyfa ykkur að tengja við stokkana og ég ætla aðeins að tala tunglið á meðan. Þannig að þá fyrir skjárinn niður. Þið séu spilin, það er hér Spirit of the Wheel, monologi og svo víkingakortin. En sem sagt nýja tungli núna, það er nýtt tungl í tvíburum, tvíburasísonu okkar að hefjast og þá kemur svolítið skemmtilega tími, eða sumum finnst það mér reyndar alls ekki skemmtilegur, áhugaverður tími. Því að það er verið svolítið að augra okkur til þess að skoða hlutina frá öðrum sjónarhornum og við það gæti svolítið komið fram á þann hátt að það verði svolítið miklar ögranir og jafnvel þannig að það reyni á okkar viðbrögð, það verður svona að testa kannski okkar viðbrögð og testa þolmörkin okkar, sérstaklega í samskiptum. Þannig að ef það koma upp þessa dagana eða hafa verið að koma upp mjög undarleg atvik í samskiptum eða jafnvel aukning á einhverjum pirringi eða einhverju hegðun eða samskiptum sem að svona triggerar eitthvað í ykkur, að þá er mjög gott að líta í eigin barm og kanna sín eigin viðbrögð. Þegar það er verið svolítið að testa okkur í því að skoða hlutina frá ólíkum sjónarhornum, skoða samskiptin okkar og viðbrögðin okkar og sérstaklega þá að skoða okkur sjálf. Hvernig bregðumst við? Það verður að sýna okkur spegilinn. Hvað gerist þegar að ég mæti ákveðinni framkomu, ákveðinni hegðun, ákveðinni talsmáta, ákveðinni áreiti? Hvernig bregst ég við? Það verður svolítið að pikka í það og það getur alveg tekið á. Það getur verið bara virkilega lýjandi og sérstaklega ef það er verið að pota í eitthvað hjá okkur sem vekur jafnvel pirring eða grenju, jafnvel reiði. Ef að réttlætiskenndin okkar er misboðið.
En það er þarna að vera að setja spegilinn fyrir framan okkur og segja okkur að prófa að horfa á okkur sjálf frá annara sjónarhorni. Svona aðeins skoða okkur úr þriðju persónu. Þannig að þetta er líka þetta með að hvað við sjáum í öðrum. Af því að við erum öll gangandi speglar, við finnum eitthvað, við sjáum eitthvað á okkur sjálfum í öllum sem við mætum. Þá er ágætt að athuga hvaða viðbrögð kveikja hjá manni. Það yfirleitt að fyrsta sem við sjáum með öðru fólki erum við sjálf. Og þá er rosa ágætt að muna ef að það er eitthvað sem að vekur sérstaklega eitthvað að gremja eða pirring, að athuga hvað er það í þeirra fari sem að mér mislíkar í mínu eigin. Það er mjög klassískt að við rekum okkur á eitthvað í fari annara sem að kannski fer pínu taugarnar á okkur, sérstaklega ef það er eitthvað sem við höfum sjálf upplifað mikla höfnun við. Ef það er einhver hegðun eða einhver tjáning sem að við höfum upplifað að hafa verið hafnað hjá okkur sjálfum og við höfum upplifað að það sé lítið niður á okkur eða við höfum að jafnvel skammast okkur fyrir eitthvað og svo sjáum við aðra mannesku tjá sig og hama sama hátt án þess að mæta höfnun eða skömm eða einhvers konar óþægindum, að það getur oft triggerað einhvers konar gremju í okkur sjálfum. Þannig að það er margt áhugavert sem getur komið upp þegar við erum að leika okkur svolítið með hana spegil, þegar við erum að pæla í okkur sjálfum, þegar við erum að skoða okkur eigin samskipti út frá mörgum sjónarhornum. En við skulum fara í lesturinn og við byrjum á Spirit of the Wheel. Og þá byrjum við á að kanna hvað er að koma upp á yfirborðið. Hvað er að rísa upp á yfirborðið. Það komið 2 spil. Það er bæði hérna steinninn sem er innri kraftur, sanna sjálfið og möguleikar og svo styrkurinn sem er fyrir stuðning, hugleiðingu og þolinmæði. Þannig að hér er hérna gæti nú líka bara vel verið að sé verið að reyna svolítið á þolinmæði og staðfestu í fólki. En það er verið að minna hér á mundu þinn innri styrk, hver þú ert, hver gildin þín eru, hvað þú stendur fyrir. Þetta er svona verið að minna á það eru vissir hlutir sem eru pínu óhaggandi. Þó að við skoðum þá, og það er mjög gott að einmitt skoða þá hluti, sérstaklega varðandi innri bara gildin manns og innri sannfæringu, bara hverju raunverulega trúir maður, hverju eru raunverulega skoðunum manns, ekki bara það sem hefur kannski verið alið upp í manni. Og þannig að það verður svolítið að biðja hér að þú lítir inn á við, skoðir sannasta sjálfið, hvað stendur fyrir, hverjir eru styrkleikar þínir. Og það er líka verið að biðja að vera svolítið þolinmótt. Þú getur leitað stuðnings og aðstoðar innra með þér og til leiðbeinenda þinna og líka til fólksins í kringum þig. En þannig er verið að, mér finnst eins og hér sem mögulega svona óróleiki innra með. Það er verið að biðja þig þolinmæði og minna þig á hver þú ert í raun og veru. Og næsta spila það fyrir svona megin skilaboðin. Þar kemur traustið sem kallar eftir svolítið svona persónulegu rými til að opna sig og trú. Þannig að hér mikið í samræmi við þetta sem er verið að rísa upp núna, það sem er að koma upp með að
leita inn á við, tala eins við innra sjálfið, skoða gildin sín og allt þetta, að það er ágætt að bara taka svolítið stórt pláss, vera ekki að blanda of mörgum skoðunum inn í dæmið, bara fá aðeins að vera með eigin huga og hugsunum og sjálfinu og vera bara svolítið opinn fyrir því sem kemur til manns innanfrá. Í staðan fyrir að leita alltaf svara út á við að biðja svörin innanfrá. Að huglega bara svolítið inn á það og vera svolítið treysta sjálfum sér, treysta sinni innri sannfæringu. Þú veist, maður viti hver raungildin manns eru. Þekkingin er innra með okkur. Svo er það þriðja spilið, síðasta spilið segjum það frekar, sem er svona hvaða afleiðingar þetta kemur til með að hafa lengri tíma litið. Og það er sem sagt blómstrandi tré, þar sem eru væntingar, framþróun og markmið. Þannig að mér finnst þess að hér sé svolítið skýr stefna með það að vera opinn í rauninu gagnvart sjálfum sér, kanna sig, vera svolítið leita þekkingarnar innanfrá og efla sig á þann hátt að styrkurinn komi innanfrá, að það í lengri tíma litið mun stækka markmiðin og kannski opna huganinn fyrir fleiri markmiðum og margt fleira sem að þú getur boðið sjálfur þér upp á. Að þú mátt gefa sjálfur þér svolítið stóra væntingar fram í tíma. Svona, þú mátt búast við góðum hlutum. Svona vera að efla svolítið sjálfstrúna. Þá ætlum ég að fá hér manifestation spil sem til stuðnings við þetta. Og það kemur hér make time for self-love. Það er að segja taktu tíma fyrir þig til þess að sinna sjálfu þér, til að elska sjálf þig, hlúa sjálfu þér, umfram að taktu tíma fyrir þig. Og það náttúrulega kemur hérna varandi personal space, þetta að gefa sér svolítið gott pláss. Mér svona heyrist á öllu, sérstaklega núna í þessari tvíburarorku þar sem að eru verið að pota og pikka og svolítið ögra, að það sé kannski bara svolítið mikið. Og þá er ekki endilega best að vera að leita sér stuðnings og ráða í öðru fólki eða hlusta á mikið á annað fólk, heldur að taka sér pásu og gott rými til þess að hlusta inn á við. Við viljum fá hér önnur skilaboð frá messages-stofnun, það er svona stutt skilaboð til að loka þessu. Það er hér moonset sem að segir losun. Þannig að hér er einfallega verið svona að losa einhver höft, losa gamlar skoðanir, losa hömlur og mér finnst þess að sé einhvern veginn vera svona að hreyfa við og opna og svona sleppa tökunum og opna sig fyrir einhverju nýju, opna sig fyrir nýrri þekkingu og nýrri visku. Ok. Dásamlegt. Þá skulum við færa okkur yfir í næsta stopp. Og það er hér original monology og við byrjum fyrst að það er að koma upp á yfirborðið. Það er að rísa upp á yfirborðið. Það er hér ekki láta fortíðina halda aftur að þér. Og í þessum tíma, í þessum tvíburatíma þar sem að við erum að mæta ögrunum, þá er fortíðin að minna á sig. Hún gerir vart við sig, hún er að minna á sig, bankandi upp á og einhvern finnst það mjög erfitt. Og það er líka stundum erfitt að botna í því af hverju. Af hverju er þetta komið núna? Af hverju er verið að minna mig á þetta núna? En það er mitt verið að minna á þetta
hei, við getum ekki breytt þessu, en þú ræður hvort þú látir þetta hafa áhrif á þig áfram. Og alls ekki láta það sko halda aftur að þér. Og oft einmitt verið sko eitthvað svona gömul fortíð, oft bankar það upp á til að sýna okkur að þetta hefur ennþá áhrif þó að við höldum að gera ekki, og þannig að við þurfum þá aðeins að skoða það og kannski flokka í gegnum það og henda þessu í ruslið. Ok, og þá skulum við aðtöða hér megin skilaboð. Megin skilaboð. Það kom 2 spil, það kom hér lukkan eða gæfan þín megin í lífinu, og svo kemur hér nýtt tungl í tvíbura sem að segir samskipti eru lykillinn. Þannig að leyfðu þér að trúa að lukkan sé með þér, að þú getur verið heppið. Við erum oft rosalega duglega að búast við því versta eða hugsa með okkur, nei, aldrei ég lukkast aldrei, ég vinn aldrei, ég vinn aldrei í happdrættinu, skilurðu. Við búumst alltaf við að við séum ekki heppin. Meira þess að þegar við erum ekki einu sinni að búast við því að við verum óheppin, þá búast við samt ekki við því að við verðum heppin. Þannig að leyfðu þér að trúa að gæfan sé með þér, og mundu að þú verður að tjá þig, og sérstaklega ef það eru kannski, ef það er eitthvað ángraðig og eitthvað í samböndum eða samskiptum að ángraðig, ef það er eitthvað sem liggur í hjarta, þá þú verður að tala upphátt til þess að tjá það við annað fólk, af því að við nefnilega lesum ekki hugsanir, flest í það minnsta, og sko ekki búast við því að fólkið þitt í kringu þig fatti alltaf hvað þú ert að meina ef þú segir það ekki beint út, eða geti lesið í hegðun þína eða framkomu, eða dragi ályktanir að það eigi að fatta eitthvað. Það er bara mjög, það er ekki vanlegt til árangurs í samböndum og samskiptum þegar við setjum þessar kröfur að ætlast til þess að hinn aðilinn viti bara, án þess að við segjum eitthvað. Þannig að við verðum að nota orðin okkar og segja hlutina upphátt. Og þú mátt líka trúa því að því verður vel tekið, sko. Við erum líka mjög gjörn á það að halda að ef við segjum eitthvað hreint út eða ef við segjum eitthvað upphátt, tjáum okkur, og þá mætum við höfnun eða jafnvel reiði eða gremju að við fáum skammir eða meiðum út frá okkur ef við tjáum okkur upphátt. Ekki mála skrattan á vegginn. Leyfðu þér að trúa að hlutinu fari vel og þú mætir bara samhug og hlýju. Áhrifin þess að þetta sem áhrifin sem þetta hefur í lengri tíma litið, maður tungan tönn, það kemur hér. Þú ert mjög nálægt því að ná markmiðinu. Vel gert. Þannig að hvað sem það er sem að þarf að ræða og hvað sem þetta er í fortíðinni sem þú þarft að sleppa, að með því og sérstaklega ef að fortíðin hefur kannski verið lituð af því að þér finnist að tjáningunni hafi verið hafnað eða á einhvern hátt eins og mjög mörgum kannski upplifað að þeirra tjáning skipti ekki máli eða sé óvelkomin og jafnvel gert lítið úr því, að jafnvel þó að það hafi verið fortíðinni, það er kannski fortíðin sem þarf að sleppa tökunum af þessi höfninu við tjáningu. Þegar með því að trúa því að þetta verði allt í lagi, að lukkan sé með þér, að tjáningin þín sé samþykkt, að það færistu nær markmiðum þínum og mögulega nærðum alveg. Þá skulum við fá manifestation spil. Það fór eitthvað út með þúrhljóð, ég þarf svona. Það kemur hér
þessu tungli í krabba, leyfðu áhyggjum þínum eða óttaðinum að gufa upp, að verða að engu. Þannig að hvað ótti sem þetta er, eitthvað sem tilheyrir fortíðinni, eitthvað sem hamlar tjáninguna þína, nú er tími til að sleppa tökunum á því og leyfa þessum ótta að bara falla í sarpinn og verða að engu. Og við fáum messages spil líka. Það kemur hér, heilandi máni, leitaðu heilunar, sagtu heilum. Heilum getur verið svo margt. Við getum leitað heilunar hjá öðrum, í handayfirlagningu, orkuheilun, með eða án snertingar, í einhvers konar meðferðir. En við getum líka leitað henni innanfrá, frá náttúrunni, í félagsskap. Þetta er aðalega það að þú ákveðir að markvisst fá heilun fyrir þig. Biðdu heilun, biðdu það til andans og þinna leiðbeinanda og þín og allra góða vætta sem fylgja þér. Biðdu heilun. Og við þurfum ekki að sækja okkur heilunar til annara. Auðvitað getur verið mjög gott að leita til heilara, sérstaklega maður er sjálfur ekki vanur að heila, ekki vanur sjálfsheilun. Þá að sjálfsögðu er gott að geta leita annað og stundum er líka bara gott að leyfa öðrum að hlúa að sér og hugsa sig. En við getum líka beðið heilun fyrir okkur og heila okkur sjálf. En leyfðu þér að sækja þér heilunar. Þá skulum við fara í næsta stopp. Og það eru íslensku víkingaspilin. Við byrjum á því að sjá hvað er að koma upp á yfirborðið. Það er að rísa upp á þessum héttunni. Það er að rísa yfirborðið. Það kemur bergrisinn á aftur fortíð. Hann er fortíðin, hann er suðrið, hann er fortíðin. Og fortíðin svo sem stendur fyrir margt, það er ekki bara minnið okkar, sko. Þú veist, og þegar við tölum fortíð, það eru margir sem að taka það sem í rauninni einhverju neikvæðu, sko, að fortíðin sé neikvæð. Þú veist, af því að það er svo oft talað að ekki hanga í fortíðinni, ekki láta fortíðina einmitt halda aftur að þér og allt þetta, og þá er verið að tala sko bæði kannski svona síðri minningar á fortíðinni eða eitthvað sem er komið upp á áfall og alls konar, og þessi fortíðarþrá sem kemur oft upp í fólki. Þannig að það er oft talað þetta, sko, að hanga í fortíðinni eða vera með hugan í fortíðinni, að það sé allt svo neikvætt og niðurdreipandi, sko. En hins vegar þá getum við líka, það býr margt í fortíðinni líka sem styrkir okkur. Það eru tengslin okkar, margar góðar minningar, fallegar minningar sem styrkja okkur, og það eru sem sagt, fólkið sem tilheyrir fortíðin okkar sem er jafnvel farið sem þetta úr þessum heimi. Fortíðin er ekki bara neikvæð, þannig að fortíðin getur verið líka styrkur og öryggi og eitthvað ljúft, hlýjar minningar sem við drögum styrkur. Og það er svolítið það sem að því að hvernig ég upplifi bergrisann, sem er svona suðurvættur Íslands, að ég upplifi hann alltaf sem svona öryggi, veist, sem svona jarðbundið öryggi, kemur einhvern veginn með, sko, minni jarðarinnar með sér, og já, fortíðina, bara sögu jarðarinnar,
sögu þjóðar okkar og lands, að þar öryggi. Það svona utanumhald. Það eru rætur. Þannig að mér finnst þetta vera líka áminning að þegar áðan voru að tala fortíð sem heldur aftur á manni, hérna finnst mér vera fortíð sem að eflir. Vera að benda á það, að það líka til fortíð sem styrkir og eflir, og ég meina reynslan og þekkingin sem að maður búinn að sækja sér. Það vera að minna svolítið á það hér finnst mér. Svo skulum við fá meginskilaboðin. Og þar kemur annar vættur sem drekinn, austrið, og hann stendur fyrir innri ótta. Og það byrst þessum frétta að standa augliti til auglitis við sinn innri ótta. Þar kemur svolítið tvíburaorkan inn, að horfa í speilin, að horfast í augu við sjálft sig og taka á móti því sem maður sér. Að þannig kemur hugrekkið til það og finna hugrekkið og kraftinn til þess að líta inn á við. Af því að það oft sem það getur verið mjög erfitt, oft sem við hræðumst oft að reka okkur á eitthvað í sjálfum okkur sem okkur mislíkar, og þannig kemur nákvæmlega þetta sem við erum að tala í upphafi varðandi tunglið og tvíburorkuna. Þetta með að það getur reynst mjög krefjandi að fá áminningu eigin atferli eða eigin persónu í öðrum, eitthvað sem að kannski bögga mann eða pirra mann, og að standa augliti til auglitis við eitthvað sem að í eigin fari sem að maður hefur upplifað á höfnum við, eitthvað sem að manni í rauninni kannski mislíkar við sjálfan sig. Og þá hér að vera bendar á skoðaðu sjálft þig í fortíðinni, sjáðu sjálft þig í rauninni. Horfðu inn á við, fyndu hugrekki til að horfa inn á við og skoða sjálft þig frá ólíkum sjónarhornum, skoða viðbrögðin þín, hvernig hefur brugðist við áður. Fortíðin þarna til að læra af henni. Þannig að skoðaðu þig og reyndu skoða þig hlutlaust jafnvel, það nú kannski ekki alveg hægt, en að þú skoðar kannski munstrið í þínum samskiptum síðustu áratuga jafnvel í einhverjum tilfellum. Fortíðin þarna til að læra af henni, og hún ekki hættuleg. Fortíðin gerur okkur ekki neitt í dag, þannig að okkur óhætt að skoða hana, við getum lært af henni, hún getur styrkt okkur, en hérna þarf að líta í eigin barm og horfast í augu við sjálfan sig og óttan sinn og áhrifin sem þetta getur haft fram á við. Já, þá koma örlaganorðinar, þannig að það mun umturna einhverju hjá þér. Það mun breyta einhverju og það mun opna nýja vegi fyrir þig og í rauninni þá opna inn á nýja örlaga þræði fyrir þig. Þannig að svolítið stórar umbreytingar geta farið af stað, og þegar örlaganorðinar koma, þær biðja alltaf annað spil, þannig að ég ætla að leyfa öðru spil að koma. Og það kemur brynjan sem táknum tilfinningana, og hvernig við verjum tilfinningar okkar oft með alls konar brynjum. En það verið að opna, finnst mér hér, inn á mikla innri vinnu, mikla og djúpstæða sjálfsvinnu sem nær bæði aftur og bak og áfram, bæði inn í fortíðina og langt fram á við. Það sem verið, það verið að opna inn á svolítið stóran kafla, alveg umbreytandi, breytir lífið þínu kafla, þar sem verið að vinna með sjálft þig, fortíðina þína, óttan þinn, sjálfsmyndina þína og umfram allt tilfinningar þínar. En það muni með líka létta á lengri tíma og litið að þú munt ekki þurfa á þessari brynju að halda. Þannig að þetta mjög spennandi. Og við skulum fá manifestation spil hér.
og hér það segir talaðu minna og fyndu meira. Þannig leyfðu þér að staldra við og virkilega upplifa tilfinningar þínar, aðstæður þínar, vera með tilfinningunum. Okkur hættir oft til að, og við getum stundum gleymt okkur í þegar við tölum hvernig okkur líður, hverju aðstæður eru, hverju erfiðleikarnir eru, við tölum og við heyrum ekki einu sinni í okkur sjálfum. Og við stöndum aldrei við til að upplifa hvaða tilfinningar þetta vekur. Og meira þess að eru oft að velta og hugsa hlutina svo mikið og hugsa og rökfærum tilfinningar okkar, flokkum þær, setjum í eitthvað fínt Excel-skjal þannig að við skiljum þær rosalega vel, huglægt, en við gleymdum að upplifa þær. Þannig að við þurfum að minna okkur á þetta líka, tilfinningarnar eru þannig til þess að við upplifum þær og upplifum þær án þess að það endilega breyti atferð okkar mikið eða hafi áhrif á hvernig við berum okkur að endilega við aðra. Nú skal við fá hér messages-spil líka. Það komur tvö, ég ætla bara að leyfa hann að koma. Það kemur hér þekking og svo hérna spangból sem segir farðu í gegnum tilfinningar þínar. Þannig að mér finnst hér vera að benda á nákvæmlega þetta sem ég var að segja varðandi að hugsa tilfinningar sínar bara í drasl, gleyma að upplifa þeim, að við erum mörg sem að notum þekkingu og vitsmunalega reynslu og byggjum í huganum, flokkum, notum greindina til þess að flokka og fara í gegnum allar þessar tilfinningar og setja þær í sinn kassa og raða þeim svona smekla upp þannig að við skiljum þær og svo glemtum við að upplifa þær og finna þær innra með okkur. Það er ágætt að geta skilið tilfinningar sínar vitsmunalega, en við þurfum líka að upplifa þær. Og það er oft hægara sagt en gert. Hjá sumum er þetta akkurat öfugt að tilfinningarna koma bara eins og flóð og hugurinn ræður ekkert við að ætla að fara að skilja þær. Það er bara gerast og maður bara nær ekkert utan um þær. Þetta er svona akkurat á hinum endanum, að tilfinningarna fá ekki að flæða að þau hugurinn er búin að flokka og greina allt í tætlur. Þannig að núna þarf að leyfa sér að upplifa og líða eitthvað neginn. Vera með tilfinningunum sínum. Ég er alveg svona ekta tilfinningaflokkari. Ég ætla ekkert að fela það. Ég nota rosa mikið hausinn til að flokka og greina tilfinningar og svo gleymi ég að upplifa þær. En þá ætla ég að lyfta hérna skjánum. Þá erum við búin að fara í gegnum 3 stokka. Skemmtilegi lestrar sem að svolítið ólíkir og einmitt svolítið fyndið að það komu þannig 2 vinklar af fortíð líka. En hins vegar margt spennandi í gangi hjá mörgum greinilega og hérna eitthvað spennandi í vændum og ég vona að orka tunglsins núna sé nú ekki að þvælast of mikið fyrir og gera einhverjum lífi leitt, en stundum getur þessu orka verið svolítið intense. En þá getum við alltaf munað að við höfum heilunana innan með okkur, allstaðar í kringum okkur og við getum beðið aðstoð, hvort sem það við aðra í kringum okkur, annað fólk eða dýr, jafnvel þau eru frábærir heilarar að fara að finna, fá sér köpp til að knúsa eða klappa aðeins kusu eða krossi, það er bara allt dýr. Og hérna, já, og svo náttúrulega sjálfsögðu getum við beðið aðra aðstoð og að sjálfsögðu andan og leiðbeinendur okkur sem eru kringum okkur. En við þurfum að muna eftir í að biðja heilum fyrir okkur sjálf eins og við gerum fyrir aðra, að biðja fyrir okkur eins og við gerum fyrir aðra. Það er
kraftur í því, það er mikill máttur í því að gera þetta markvisst. Þannig að það er að gera að stunda einhvers konar sjálfsheilun eða einhvers konar bæn eða einhvers konar tengingu, og það má kalla það bara það sem að hverjum einu finnst þægilegast. En þá ætlum ég að segja þessum lesturum lokið. Ég voru skilaboðin ræti sönn og réttur þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég ætla að reyna að halda við að þetta, ég sé nú alltaf hérna á nýju og fullu tungli, eins og ég segi, þá bara lenti akkurat síðustu 2 skipti að það var ekki smuga í dagskránni. Stjörnuspárnar, þær fara þetta inn bráðlega og það er opið fyrir bókanir, bæði myndbandslesanir og spurningar, og eins líka einkatíma. Ég er á Akureyri núna, þannig að það er hægt að bóka einkatíma þar, og ekki hika við að heyra mér ef eitthvað er. En þá ætlum ég að segja bara takk fyrir mig í bili. Ég vona að þið hafi notið og við sjáumst þá á fullu tungli eftir sirka 2 vikur. Takk fyrir stundina og samveruna og eigið gott kvöld.